ógeðslega á Twitter bara eitthvað þið vókislega fólkið eitthvað hérna, þú veist. Hann að rúla núna að passaði maður. Fórst í vókislega? Vókislega fólkið, já. Þú veist, ég til í það, en það skýtur mig sem þinn þáttur, sko. Já, hann er Ég ætla ekki að eðilegja þitt. Hann fyrir svona vók-gauðra, sko. Sem eru alveg bara búið að reka það út í skúr, hefur svo vók, sko. Já, ég þannig, sko. Þið fyrir svona vóksmiði. Herru, hérna... Ok, ekki þetta. Já. Það eru strákar. Velkomnir. Skíðamex bræður. Við erum alltaf búin að vera, þetta er fyrsta innkoma skíðamex í smá tíma, sko. Já, hvað, það eru 4 mánuðir síðan senasti kom út, eða? Það er rétt. Eitthvað svo leiðis. Hvað var þetta? Hvað er þetta að telja þetta? Glótið. Þetta er svona flott hjá okkur. Hvað eru 4 mánuðir sinni að gera eitthvað? Já, Nei, þetta er alltaf þetta er alltaf fara eins og við skipulum það, sko. Okay. Uppalega var þetta að setja bliss upp í loft og segja við ætlum að gera svona efni hérna. Og svo svona, þú veist, leituðu við á náðir styrktaraðila og hérna, og þá náttúrulega byggðist þetta og við þurftum að berja fólk frá okkur og þurftum að fara djúpt í hellin og eru nú konum með fyrsta styrktaraðilin og þá fara fyrstu myndbundin að detta inn, sko, og og við fyrum að kaupa okkur nýja bíla. Já. Bara dóta bíla. Við verum visulæsa þetta. Við verum manifesta. Okay. Hvernig var þetta samstarf á milli ykkar til í þessu? Við erum náttúrulega alltaf grátt silfur, sko. Nei, ég fyrir nokkrum árum þegar ég var að drepast úr sjálfsatri þá fór ég að lyfta hjá Rúnari og við erum bara vinir og fellows, sko. Og svo höfum við bara svona í gegnum tíðin alltaf verið að senda, þú veist, ákvæmt annan smíðumyndbönd, sko. Já, báðir svona sömu lúðunir heima, sko. Geðveikt, sko, bara þessi með þetta hérna og líka verið eitthvað, þetta er best, sko, það er ekki á mikið tal, sko, því meira sem hægt er að sína og minna sem það er að segja því betra, sko, og svona, og svo var ég bara, hei, ef við ekki bara prófum þetta, hann að fyrsta gerðu við ekki kannski með $1 dollarmerki í augunum, sko. Nei, bara... Við erum ekki með dollarmerki í augunum, við erum í íslenskum efnahæðina, sko, en það var bara, eiginlega bara því Rúnar átti kameru og við gáttum gert þetta í handilshúsinu og einhvern veginn. Og þú veist, hann er, ég ætla ekki að hrósa hann mikið, sko, en hann er hörku flinkur að redda sig, sko, og smíða og er bara mjög klár. Og ég er það líka og á þessa kameru og þú veist, er atvinnu ljósmyndari og hann með sinn meðbyr, þannig að þetta var alveg bara set in stone, sko, að gera eitthvað svona alvöru smíða dæmi. Það er einu sem við horfum á YouTube, sko. Það make sense. Já, maður sér líka að því ég er búin að horfa svo lengi, sko, þetta voru, maður sér að núna eru drýmerarnir svolítið mættir á YouTube, sko, þú veist, þetta voru alltaf bara svona, þú veist, svona handfylli af smiðum og svona handverksgörum sem voru að gera þetta. Nú sér maður að menn eru bara, þú veist, eitt sem við horfum á var þyrluflugmaður, skilur, sem ákvað bara, herru, ég er bara hættur og ætla að gerast YouTube-smiður og þú veist, og það, því fylgir því náttúrulega að því vinsælli YouTube-smiður sem þú ert í því dýrari selur húsgögnis og smíðar og Blacktail alvöru gaur og núna sem kannski segir líka stöðun á samfélaginu, veist, að það er eitthvað sem ég er að detti og hræddur að það fara að tói með eins og smiðin, sko, það er svona fólk sem kaupir sér eitthvað reysi alveg mjög afskekt og byrja bara svona einhvern veginn að lifa af landinu þar, sko. Ég var svo til eða, sko. Líka þessi þetta er alltaf líka eitthvað svona gaurar sem er eitthvað í dag á meðan við erum að gera gólfið í innan cabin, ætlum við líka að hagreikja brisket sem er allt í gangi og láta sér líða getur og með einhvern hund sem elska og geður. Þetta er bara alveg, þetta er draumur. Ég er að horfa á svona gaur núna sem er bara einhverju eyju og hann er eitthvað she's got potential, húsið er ónum húsið er, ef þú væri á Íslandi þá væri bara heilbrigðiseftirlitið bara þú mátt ekki búa þarna, mátt ekki vera þarna. En þetta er kannski, þú veist, samfélagið er orðið svo eitthvað hratt og fríkað og þú veist, og fyrir mér er að smíða rosa mikið pása á þessu og ég finn það best að hvað ég fæ mikla pásu frá sjálfum mér, þú veist, ég er bara svona mjög gráður í eðli mínu og bara einhvern veginn fæ aldrei nóg. Þetta er einu skipt sem ég gleyma að borða. Það er þegar ég er eitthvað að stúsast út í skúr og svona ég finna að ég er oft bara svona bíðast í lakkja þotna eða lími eða eitthvað, bara svona mér langar svolítið að halda áfram og ég held að það sé það sem svona handverk sem margir
sækjast í núna, þú veist, fólk að byrja að teikna og prjóna og einhvern veginn taka upp alls konar bull að því þetta líka trú, skilur þú veist, þetta ekki bara skoðanir og orð á skjá einhvern veginn, þú ert actually að gera eitthvað og sjá það verða til Kærleikarnir elska þetta sko. Bæði mennur líka sko kaupa sér ódýr húsi í Ítalíu og Portugal sko, alveg taka það rí- og bara hverfa þar inn sko. Og ríkið að hjálpa þér að kaupa það sko. Já, einmitt, þú fær bara hús á evru Já, en þú þarft að gera það upp á 18 mánuðum. Já, ég hef séð þetta. þetta er Já. spennandi Þú værið til í þetta? Já, 100%. Ég er alveg þarna sko. Já. Fara alveg off the grid sko. Alveg off. Já, ég er þarna sko. Og hvað, ætlar að hræra í húðflúsblikið sjálfur ekstar upp í Móa eða? Ég þarf þess ekki. Fá. Ég er með bodysuit. Já, Ég er bara búið með það og nú get ég bara að vera að þú smíða. byrjar að taka aðra umferð. Ég veit að maður. Hvað er það? Það er umferð, já. Bara á allt. Mér langar bara í annað backpiece og Ég sá það, varst eitthvað döð í bogi og... já, og Þorsteini félag minnum og eitthvað með eitthvað og fáranlegan blett eitthvað svona sem er ekkert flúr á, svona stór eins og hálfviti. En hvað eru, nú er svona flúr eru ákveðið handverk. Núna er hann að koma með eitthvað kjæta. Þú veist, Sérðu? mér líðust svona eins og þú getur opnað tattustofu hvar sem er á Íslandi og það sé bara alltaf ná að gera. Það er eiginlega búið að sannreina, sko. Já, Er það? já, ég er sammála. Ástór býr á Siglufirði, sko. Hann fer ekki út fyrir Siglufirði. Þú veist, oft kemur einmitt í pláss það sem er ekkert, það er ekki gym, en það er bara eitthvað fjarðartattoo. Nei, svona, what? Það er nákvæmlega þannig, sko. Ég skil Það er ekki... allstaðar eitthvað staðar 30 mömmur sem alltaf vantar blóma á öxlina sko. Já, Það er í hverju einasta bæjarfélagi sko. já, það er mikið tekið. Tákna börnin hennar sko. Hún Never forget sko. heitir Lilja. Já, ég fekk sér Lilju. Já, einmitt. Ég meina, Sölu líka þegiðu maður. Nenni ekki að hlusta á þetta. sko mín tattoo-saga er náttúrulega svona kannski víti til varnaðar öðrum maður passa sig að láta sér ekki leiðast of mikið sko. Já, þeir allt í einu, þú varst bara æfingu á mér. Ég er að fara í tattoo. Já, það sko, kona mín gaf mér eitthvað svona tattoo í jólagjöf sem var náttúrulega eitthvað svona árás á móðu mína sem ég fattaði ekki þá sko og hann fekk mér svona lítið sætt tattoo sko og svo voru allir bara þú veist, þetta er rosa hommalegt tattoo svo með hann á einhvern veginn og ég alveg bara ok, hann fór og fekk mér svona einhvern hákall á hendina og svo Það er grjótart. kom ég að lyfta þér rúnar og þá voru það bara lítur út svo að dottið í það og fengið þetta tattoo sko. Verður að fá fleiri tattoo Já, það er og svo. já, bara ok maður, ég fer og fæ mér eitthvað tattoo maður og bara fekk mér alls konar bull sko, bara hauskúpur og hnífa Já. og svo allt í einu þá fattaði ég að svona þú veist bara það eru líka einhverju tattúara sem ferðast sko þannig á til að auðlýsi bara eitthvað tattoo og bara heyrðu, þessi pía verður hérna melgina og maður er bara hei, hún gerði henni svona næst tattoo á eitthvað fyrir 5 árum ég ætti ekki að fá mér eitt á henni líka Það er gott. og svona Svo fórstu náttúrulega full retard sko. og svo fór ég full retard fekk mér nafnkonunnar hérna Ok. Í hjarta og allt sko. en ég er ennþá svona á ég sína þér þetta Ég vil sjá þetta allt, sko. sko, Farðu úr buxunum líka. nei, ég er ekki með einn tattoo það sko. Já, ég veit það. Það farið samt úr Já, buxum. ég er að segja. Ég vissi það nefnilega, en þú veist, ertu genuine. Það bæði að heyrist ekki dýr að þú ert frá mikrofónum. Eða þú ætlar að segja eitthvað Já, ég skal bara, þetta, sko. Segi ekki orð Nei. hann er í svona smíðaskirtu líka. Já, Dickies-buxum, nei, karasbuxum og sko, sáðu nú. ok. Með motherfucking ég er byssu, sko sko. lokuð augu upp í hjarta sem var fyrsta sko Ok. Mjög, þú það veist. var alveg bara, þetta gengur ekki og svo fór ég hérna og svo fór ég hérna Heyrist ekki alveg í honum, Arnar, eða? og svo fór ég, þú veist, allavega bara ég er bara með þetta hérna og svo bara var eitthvað gaur, eitthvað spænsku náingi á landinu bara að gera eitthvað japansk tattoo og ég sá mynda þessu og ég var bara, herru, ég verða að fá eitt svona og ég sagði konunum minni ekki eins og Hann er ógíslegur. sagði konunum minni ekki eins og frá því ég var að fara að fá mér þetta tattoo sko og þetta tattoo hefur náttúrulega líka eitthvað svona þú veist, menn er eitthvað Er ekki fara í aftur? Ég hefur verið að fara yfir þetta, sko. ok, Já, hérna menn verða bara svona eitthvað bara hérna, þetta tattoo þýðir þú veist, þetta tattoo þýðir bara að ég sé pervert ain't no escaping it sko og hérna því miður sko og Hamburgerinn er góður, sko. hambúrgarinn Hann er er ekki mjög góður, sko. Já, bara Farðu yfir þetta. förum mér þetta. Ég vil þetta byrja á klósetpapirinn, manna. Hvað? Já, það var ammælinn daginn, ekki? já, þetta er hérna sem sagt, afmælis í 40 afmælis stunda Ég frétt að það hefur eitthvað met í flúrum þar. já, þar var ég
ég held að hann líka bara hætti að flúra því þetta var að fara að vera siðferðislega gráu sko. Fólk var bara, hey, hit me sko. Bara með engin tattoo sko. Þetta er máfið Bara og menn voru alveg, en ég fekk bara fyrsta tattoo kvöldsins sko. Og og fór beint í hennar skeinara því mér fannst hann bara lítið og léttur sko. Það er líka gott, þá varstu fyrsti til að nota nálina sko. Já, sem að fór svona pass down the line. Og fólk fekk sitt í mitt sko, sem er alveg, nasty sko. Allir ekki stressaður En hamborgarinn? Hamborgarinn þú veist, hann eiginlega byggður á svona Atriðus Simpsons þegar afinn farin að vinna á Krusty Burger og og hann eitthvað að fyndin með fölskutennurnar sínar og eitthvað gaur grípur fölskutennurnar, setur þær inn í hamburgerbrauð og réttir einhverjum bíluna og allt í næst eitthvað oh my god, that sandwich took a bite out of me og það kannski svona líka það sem matur hefur verið að gera við mig svolítið sko, að éta sál mína þannig að mér fannst hamburger með tennur og þetta Sölvi sem gerir þetta sem gert Sölvi kongur mikið á mig sko. Já, ég sé það sko. Og hvað, sveikði einhver snákurinn Þetta var bara, mér fannst það bara svo cool táknað eitthvað, þú veist, enn á ný þá ég bara eitthvað djöfull þetta skrítin skilaboð að vera að senda ókunnum bara ég heiti Halldór ekki svíkja mig ég hef lent í því sko, það sárt sko alltaf að svíkja kallinn maður en líka mér fannst þetta bara svo fyndið tattoo þú veist þetta mjög flott þekkt tattoo og flott Benny gerir þetta hann hefur gert líka eitt svona smá ekki bennalegt já, býtu þessi ekki flaskan já, bara flask í stuði sko bara að sína þetta í myndal hvað hver á honum Arnar? Það 3 eða? Ég er 2 núna Tvö, hún hvar? Þannig að rauða Aha Hérna þetta sko Takk þennan hérna Gerðu Flaskan og þú veist hún merkir hvað, þú ert fyllibitta ég bara að flytja í vín og hefur rosa áhuga á víni og bara flöskur sko, þú veist það fylgja manni sko svo gerði Haukur svona þetta Haukur Fersið og og hér líka sem ég held bara fyrir mig út af þeim dyrís þú verður að borga þér í stund til að sjá það sér og svo þú veist eitthvað bara svona þetta einhver ferðagella þetta Benny þetta heitir tattoo sem við fengum okkur þú veist bara úr bókinni þetta úr Ein stjarna sem var bara eitthvað hei okkur vantar nauðsynlega efni við bara ekki bara fara í vinn og fá okkur syngu tattoo úr bókinni var þetta slæmstofa eða? Ég held síðan að þetta sé alveg geggjustofa þú veist það allavega ekki þessu flúri sko. Og hann var hefið snöggum með það og Steindi fekk sér litaflúr og hann var hefið snöggum með það og það mjög flott og bara mjög glín sko og og síðan einmitt þú veist á strikinu þú veist þessi gaurur eru tattoo 20 tattoo á dag eða eitthvað þú veist það bestlætur hann já ég held að þetta sé drullu góð stofa sko að því síðan var eitthvað töffar eitthvað króli eða eitthvað ég fyrir líka tattoo hana og þú veist að það var ekki bara förum hérinn þannig að við vorum heppnir það sko þetta gerðum við í Ástralíu ég og Steindi bara lítið hvað hét aftur það var eitthvað þáttur að það ekki það var Steindakon fórum einn þáttar og svona ég aldrei vilja óska þess ég hef haft meiri tíma sko því að gaurinn var að gera ógeðslega flott svona old school shit svona teiknimyndapersónur svona ég man ekki hund í bíl sem alltaf einhvern veginn bara þú veist ég var bara mér langar svo í þetta en ég bara þori ekki að koma bara hei getur þú gert þetta á mig einhvern veginn að þessi gaur var nett uník með það en þetta eins og Smith Street svona stíl svona einfaldur old school og svona ég vildi óska þess ég haft meiri tíma en sem bara man ég ekki einu sinni hver hún hét Miss Toro kom stundum á eitthvað það er boxari sko og já, en líka bara flott logo sko og svo þú verður bara að fá þér hérna gonglof eða eitthvað það allir að hafa áhyggjur af volbónum á mig sko. já, þetta fáralegt já, ég bara, þú veist að fá mér eitthvað konglof eftir fertugt það ekki já það ekki bara svona gangi kamoflas eftir fertugt það ekki bara svona ekki treysta þessu manni nei, frekar það heldur en að fá þér mótorhjól eða eitthvað
Ég veit það sko, en málega er að ég bara finna að því í þessari tattoo síki sko, að því, það er ekkert að segja ykkur þessa veiki sko, þeir eru náttúrulega bara landleitir og þurfa að fá hjálp sko. Ég fann það bara að mér var farað langi tattoo sem svona er að skríða hérna upp eða skríða hérna niður sko, og ég held að akkurat þar þurfi ég að draga línuna sko. Nei, þú getur dreipist á leiðinni sko. Do what you please, maður. Veist, ég bara svona, ég alltaf allir að hugsa þetta hérna, dýrka það sko, hundin hér sko. Hundurinn? Bólabíturinn. Hann er bara svo ég var. Já. Bólabítur. Svona var ég. Svona var hann. Já. Svona var ég. Já. En er svona ennþá, heldur hann sér breyttur? Ég er bara chihuahua núna. Þannig að gott að, mér líður bara svo ég að vera hjá sálfræðingi hérna. Það líður ekki betur það? Af því ég hef alltaf áttist að tattoo-dæmi bara svolítið einn, ég fer bara einn í flúr sko. Já. Mér líður eins og sálfræðing. Mér líður eins og sálfræðing. Vildi ekki heyra neitt af þessu. Nei, það var flottur maður. Er allt bara á handleggnum fyrir utan tjestið það? Já, þarna. Og svona, mér núna mér vera langa í lappirnar sko, þú veist. Ég myndi halda það sér næst, ég veit hvað næsta tattoo ég ætla að fá mér sko. Já. Og ég er búinn að senda það á Sölva sko. Hvað er það? Beðan að teikna það er alveg svona hægælda brisket bara í það er önnur flaska sko, en sem sagt í Rússlandi búa þeir til vín, freyðivín sem þeir kalla Sjampanskaja sem hljómar alltaf eins og champagne og núna eru yfirvöld í Rússlandi þannig að þeir segja kampæn er ekki kampæn, eina kampæn í heiminum er Sjampanskaja þannig að Sjampanskaja er merkt champagne í Rússlandi en kampæn sem er flutt yfir til Rússlands er merkt freyðivín samt er það framleitt í kampæn í champagne héraði og mér finnst það bara svo fucking hart að vera bara þetta er kampæn, þetta er kampæn og þeir selja svo mikið kampæn til Rússlands að allar, þú veist að það hljómar svo við gerum það ekki, nei, þeir breyttu allir meðan sínu bara ekkert mál, við skulum vera freyðivín í Rússlandi og með þeir selja Sjampanskaja svo bara fann ég flösku heima af vinum mínum af Sjampanskaja og þetta er alveg bara svona í rússnesku stöðum einhvern veginn bara Sjampanskaja og þetta er gæðið því ég verða að fá þetta í einhverju svona Lærið það? Já, lærið, jafnvel sko, já ég held að þetta sé lærið að kolvi sko Já, ég held það Já, öskrar á það sko eða ekki? Jú, ekki? jú Það er nefnilega, sumir eru ógeðslega góðir í því að fá sér sniðu tattoo einhvern veginn, hérna bara mæta og fá sér eitthvað sko og ég mæti oft að fæ mér eitthvað og bara döðs ég eftir því leiðu ég fæ mér það sko. Eins og hvað þá? Bara öll tattooin Öll þessi þannig? Já, ég var bara, hvað er ég? Veistu, ég líka sér, ég man sérstaklega þetta hérna var að þotna og það var eitthvað leikonast ég þekkti sem var eitthvað Þú bara fegst þér svona hauskúpu með hníf í Ég bara, já Þú bara Já, ég hugsaði það náttúrulega en það var líka lög að mæla ég bara Gat ég ekki fengið mér bara eitthvað Lilju eða eitthvað Þetta er bara cool Þetta þýðir ekki, ég þól ekki svona þegar fólk er eitthvað Skipta sér af? Já, skipta sér hvað þú ert að fá þér sko Já, kemur engu við maður Ég var að flúra gæðum daginn og vinir hans koma alltaf að tjekka á honum og fyrsta sem sögur bara, ætlum að fá þetta svo lítið Þið bara Ég sá bara svipinn bara umturnast hjá honum Já. og eiðalega geta allt fyrir Já, honum bara, á meðan hann var að fá sér þetta sko. Já, einmitt. Sko, ég á nú bara þið húðflúrar, sko, það eru marga típur af ykkur, sko, þú veist, en ég held að þið séuð í cahoots svona a good cop, bad cop á mann, af því oft hefur maður fengið hér eitthvað massa flúr og það er eitthvað, ég bara 25.000, maður er eitthvað, það er ekki 25.000, þetta er meira en það ok, bara þú ræðið bara, eitthvað svo, þú veist, maður er eitthvað, ok, ég ætla ekki næðu 40 skall, ok, þú veist, ég var hlendi því einhvern veginn, skiljum við, og svo fæ mér þetta hérna flú, fokkin grímuna, sko, spænsku náungi, alveg með þetta allt upp á 10, sko, og hann var búinn að prenta þetta út í 4 stærðum, sko, og sko, svo minnsta var nú bara drullu stór, sko, ég hafði hugsað þetta svona lítið og condensed, sko, og ég var bara, já, ekki að fara í þetta, bara minnst það, hann bara, ég held að vera geggja svona stórt og ég var bara eitthvað, ok maður, gerum það, bara ekkert mál, bara commitment, ég til ég að taka random commitment með þér núna og svo gerir hann tattooið og ég bara svona eitthvað, fyrsta lagi var í sjokki hvað það var stórt, var í sjokki hvað það var rautt, var í sjokki að ég var búin að vera eitthvað 3 tíma í burtu og konan mér eitthvað, hvað varstu, ég eitthvað, fá mér stórt tattoo og hérna, og þá var hann bara eitthvað, þetta er 90 skall best að fá það í peningum og þá var ég alveg bara
hefði geðveitt vilja vita það áður en ég fekk með tattoo að því bara verðið hefði líka sagt mér eitthvað til það sko. Já. Þú hefði gert það fyrir hvað? 35? Nei, þú veist, ef þú segir 90 og svona, það er alveg svolítið mikið, ef þú sagt 50, það er alveg bara, það er ekki bara fínt það, skilur þetta er bara eitthvað hana, fyrir eftir hvað hann lengi þessu. Já, ég var í blackouti líka, man eitthvað lengi að þessu sko. Ég er náttúrulega out of the game, sko, ég var með svartabelti í að verðleika flúr, sko, ég ekki lengur, sko. Ekki? Nei, þú veist. Ég sé það, þú dreifkað, þú bara... Já, bara, hvað? Tókaði hann. Já, back in the day þá, þetta verið 40-50 kall. Hvað voru þeir ekkert eitthvað tímagjald þegar þú varst það? Fór eftir flúranum, sko. Okay. Eins og Daggi til dæmis, svo ógísla fljótur. Já. Ekki hendar honum ekkert. Ekki nema að segja bara, já, ég er með 50.000 tíman, meðan að næst er með 20. Og bara, wow, djúlega hann dýr, en endaði niðurstaðan sama, sko. Já, ég skil. Þannig að Já, maður er vont að vera með menn er í akkurið kannski, akkurat þarna. Já, ég veit ekki. Eins og þegar ég er að ljósmynda og svona, þú veist, ég er mjög fljótur að edita. Það kannski kemur út svona eitthvað, wow, hvað djúlega hann fljótur að senda þetta? Hvað, fór engin vinna í þetta? Nei, bara ógislega fljótur að edita. Meðan að næstu er bara, já, 3-4 dagar að edita, bara fuck, maður, ég er að fá hellingur í peningi, maður. Já, ég ætla að vesla við hann frekar. Nú maður að kynna mér þessu. Já. Nei, annars bara, þú veist... Þú veist ekki hættur? Ég er náttúrulega ekki hættur, sko. Og ég var eitthvað landsýðan fengið með flúr, allt í henni, þetta var nú bara í DS, þetta litla hérna, en svona, ég býst við að banka hérna upp á næsta flúr, sko. Já. Hugsa að þetta sé, kannski gæti ég látið tvær flugur hérna og setti þetta á lærið. En látið þetta þá svona vera að teygja sig svolítið niður ef ég er í stuttbuxum. Þá er ég komið með þetta hann svona langar í svo. Já, en viltu samt að það verður bara eitthvað flösku botn að teygja sig? Ég þarf kannski 4 tatt í hérna. Bara hvað er að koma þarna undan? Bara kassalagaður botn. Hann langar mig svo geðið í tatt og bara yfir hjarta á mér, bara svona sprengja og springa. Bara svona kabúm. Já, mikið tilfinningum. Já, og líka hjarta á mér. Take your pick. En býtu, ert þú lærður smiður? Nei. Ég sko, þú veist, ég ólst upp í timburhúsi, þannig að pabbi minn er mjög laghindamaður og svona var með svolítið fínt vestæði út í skúr, hann. Já. Aðeins að vera með eitthvað svona, sko, standandi græjur, sko. Og svo bara þegar ég gerði upp mína fyrstu íbúð þá bara svona fann ég hvað var létt að við bara allt í einu átti pappa allt sem ég vantaði eða bara eitthvað, þú getur bara leikt þetta í bíkó ég gera þetta bara sjálfur og þú veist, fekk tilbúið að saga eitthvað vegg, steipuvegg og það var hefi hátt og veist, ég fór bara að leiði stóra slípirokk og lét vinn minn bara standa með fokkin plastflösku og hella á slípirokkin hérna á meðan og þú veist og það var það ógeðslega fínt og ég mamma bara eitthvað, heyrðu, þú veist og svo læri maður, þú veist, maður má ekki skítmiksa allt, en góði smiðir, þú veist, vita nákvæmlega hvenær mega skítmiksa og hvenær ekki, þú veist, við klæðum þetta svo allt maður, þetta má alveg vera. Hérna, þú veist, þegar maður lærir inn á það svona, þá fattar maður bara, heyrðu, hérna, og þú veist, og hvar maður þarf deadly að vanda sig, skilur, og þú veist, og menn gera sömu skissurnar með að saga of stutt eða hafa hlutin ekki hotrétta á millimetra skekkja verður af, sko, 4 cm út í enda og svo var annað moment þar sem hérna ég og konan mín vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð og okkur langaði svo að leggja svona síldarbeina parkett og ég bara þetta hlýtur og ég vissi ekkert hvað þetta var mikið mál og bara það voru ekkert í Sturlað mál sko já og þú veist og á YouTube voru bara gaurir í Bandaríkjunum að gera þetta og þeir leggja parkett neitt öðruvísi þetta er með svona byssu sem þeir skjóta í nótina sko svona berjana og ég alveg og alltaf með subfloor og eitthvað svona ég alveg nei ég er ekki með það og hringdi ykkur smið, bara, heyrðu, ég er að leggja síldarberina og þá geti bara, kannski, borgaðir fyrir að vera með mér í 3 tíma, bara byrja og eitthvað svona. Og hann bara, nei, bara, þetta er ömurlegt, sko, bara skekkjur verða og þetta er alveg hræðilegt og endanum bara eitthvað villingin hjálpaði mig við þetta, en ég hringdi í Gulla Byggir og spurði hann eitthvað svona, ég var svona smá meðenda hvort að hann vildi ekki bara koma að gera þetta. Hann var bara, nei, þú lætur ekki eitthvað smið út í bæ, segja þér hvað þú getur gert og hvað þú getur ekki gert, þú bara byrjar að leggja bara eina línu og lætur hann að þotna bara og svo bara neglir öllu inni í kring og saga með sleðasög upp við veggina og þetta verður bara ekkert mál og ég bara gerði þetta og bara það kom vel út og þú veist, það var hálblettur og svo slípuðu það og bara góða pointir, sant, að búið til eina góða línu og hún er bara reglustrykka og hún er bara reglustrykkan og hérna, hafa bara gegja
meina, gaurið sem kom að slípa og voru spurðum hvort við vantaði vinnu, sko, og hérna, þú veist, verandi listamaður og vanta hann að vinna mjög grátt báða og þeir vildi ekki. hann mjög laghendur með að vera gaur sem bara eitthvað svona Já. Og ég Þú ert ekki heldur, sorry, hvað? Og ég bara að vera ófeimin við bara, herru, ég kann þetta ekki alveg, en þetta mun lærast á leiðinni. já, einmitt, það einna leiðin sko. Algjörlega. En þú ert ekki lærar heldur en það. Nei. Og þú bara að smíða hús og eitthvað. já, bara mörg sko. bara búin að selja mörg hús sko. Já. og það var bara akkurat svona bara, hvernig gerum við þetta? Veit ekki. Já. Og klikkaði, lærið það, geggjaði því næst, einfalt dæmi sko. Maður verður bara að vera óhræddur við að gera mistök og skilja egoið eftir bara alveg, ekki eins og við hurðina, bara lengst út í móa sko, áður nú kemur sko. Þannig að þetta lærist bara. Þannig að þess vegna skýta mikið selviti gott nafn yfir okkur sko. Það oft off-cam sko, off-cam eitthvað svona, hvað, heldur þetta sé í lagi það? Bara, sjáum leiðum svo þarna og sjáum svo til hans pússu þetta bara eitthvað, þú veist. Þú veist, þessi er líka svo fyndi bara, þú veist, eða ófyndið, sko, hérna, þú veist, að læra safety á verkstæði á vídeói og svo fer að vinna með einhver smið og hann eitthvað, hefurðu prófað að saga fríhendis á borðsög? Það ákveðin kunst, þú veist, þetta bara svona eina sem segja bara þú átt ekki, þetta bara hættulega sög getur gert, skilur, þú veist, og svo lærirðu sko hvað að staðsetja þig í einhverju hættulegu, skilur, hvað það sem getur klikkað eða, jú, spýtan getur þyst eitthvað í burtu eða, þú veist, það getur togað þig af blaðinu, þú veist, brett upp ermar eitthvað neginn, þú veist, ég veit ekki hvað við erum að tala með öryggisatriði, það svona eina sem við myndum flaska á feitt, sko. Já, við erum ekki góður í en svo líka einhver, hérna, þú veist, ég verið hvattur hindi vina mína að skrú upp myndir og maður bara, þú veist, hvað gerðist þetta? Já, einmitt. Hérna, konaðin að horfa á þig, hún finnst ógeðslegur og ég held að það séu líka bara allir einhvern veginn vilji geta gert meira, allir vilja vera meira svo pappa sínir sem einhvern veginn, þú veist, maður þekkt alveg bara liðið sem átti pappa sem voru endurskoðundur en þeir voru samt bara í, þú veist, slarkværi pípar þetta dying art, sko. Og þetta dying art og bara sem reynda hræðilegt að segja, þú veist, maður ánáttúrulega að fokki píporum með rafmagninu sinni mikið sjálfur, sko, en að meina, þú veist, hendur upp einhverju eldursýndingum, let's go, sko. Ekkert mál. Bara let's go. Svo hans fokkin sniður. Nú erum við komin með fyrsta sponsun okkar. Þetta geggja dæmi, sko. Hann svo sniður. Við erum komin með fyrsta sponsun okkar sem Bauhaus. Og við erum að gera vídeo undir þeirra formerkjum núna, svona allan til að byrja með. Það komum að gera baðherbyggi heima. Og hann sagði, ef við ekki bara gera baðherbyggi heima á mér og þeir bara, herru, þetta er frábær hugmynd. Og maður er svona, ok, ekki það. Og ég fæ bara allt í baðherbyggi hjá ykkur og við gerum úr þessu þætti sem við fáum greitt fyrir og það er bara klapp á klárt, ok, ekki, svo mæti ég og byrjum að taka upp fyrsta dæmi. Já, þá er ég bara að rífa út baðkarið hans. Þannig ég komin í bara drive-by að breyta baðherbygginu hans og hann situr heima núna bara motherfuckers. Þetta var alltaf ekki planað. Þetta var ekki planað. Nei, ekki planað. Hvað hérst hann myndi gerast? Kemur óvart bara útlendingu með mér og gera þetta? Ég hef alltaf sagt, sko, þú veist, það hefur ákveðin heillastjarna verið yfir þessu skítamixdæmi. Ég var einu sinni að fara að klúðra parketlög feitt heima hjá sko borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bara einhverju verkefni sem eitt af fyrstu skítamisverkefnum við vorum bara, við getum lagt parkett, þetta voru 4 tökudagar að gera þetta, við gátum ekki tekið svona langan tími í öll verkefni, sko, þannig að þetta var mjög svona rífilegt og þar var ég eitthvað svona komin að einhverjum opni og ég var eitthvað og ég var bara nei og ég var bara svitna og það var bara kamerur á mér og hún standandi þarna og bara kvíslar kamerumæðurinn bara, já þetta er rétt, gerðu þetta svo ég bara, byrju kamerun, bara ég er með svinsbró og þú veist, og það er til á kamera sem ég bara skreikur, bara, ertu smiður, maður? Hjálpaði mér, hann bara kom inn og njega við bara alveg bjargaði mig fyrir hot, sko þú veist, hann er bara, takk fyrir að vera heillast hérna. Ég? Já. Það er góður maður. Þetta er líka bara þegar ég sjá þegar við byrjum að posta þessu, sko baðherbyggi straight out of Auschwitz, sko. Ég veit það. Og bara, þú veist, þá eftir að þú þarft að tilkynna eitthvað til lögreglu sem þú munt finna þarna, sko. Við rifum eitthvað baðkar út og ég, að því Rúnar alltaf að gefa svo til að vera sterkur, hann er það ekki, sko. Hann var það kannski einu sinni. Já, ekki lengur greinilega. Við vorum báðir að hamast á baðkarinu, húsið skekkt. Við vorum að tala sko, þetta var Evradet og við getum alveg sagt að við höfum kannski verið að tósa svona 500 kíló saman
og þegar við varum komið út og lokuðum baðherbyggishurinni þá lokaðist hún ekki lengur, við bara snérum húsinu sko. Og þú veist, þetta verða rosa átök sko, hún líka báði sveittir þetta eins og eftir kynlíf bara svona þykkur, svona kjötsviti einhvern veginn vorum með kjötsvita þannig að hann sniður, þannig að það skýta með verkefni er sem sagt að hann fái baðherbyggi heima hjá sér og ég hjálp honum og Bauhaus, þetta er brilljant náungi Ég veit það, svona smala komaðar ég held hann að loka makkanum, horta á magninu konu sín og bara Ég með þetta, þeir bókaði frí þeir gleyptu þetta allt, förum til tenni núna Hann alltaf, þú glemdi að Rúnar var svo þreyttur líka eftir að rífa baðið út að við erum búin að þurfa að taka 2 vikna pásu hérna að því hann er að æfa fyrir Ironman og má ekki við alvöru vinnu lengur. Þetta er góða punktur líka sko. Hvenær ætlar þú að fara að slaka á? Ég get það ekkert, breft bara, nei, ég held ekki. Ég get ekkert slaka á maður. Akkur fer ekki í lögguna? Má það? Er ekki allar löggur með flúr? Er ekki allar löggur með flúr? Ekki svona, ég ætlaði ekkert að nýja lögguna sko og það var bara, það var mikið sko. Ég veit að ef gaur með fokkin skratta á hausnum myndi handtaka mig og setja mig í handján Þú myndi deyja? Það er svo hneykslaður. Nei, þú myndi bara, take me away, hvað kjafta er þetta? Nei, ég get ekki slaka á maður. Ég held ég drepist bara leið. Ekki fara í lögguna heldur það. Nei, ég veit að það er mikið að lúðum það sko. Já. Og ég er lúði sko. Mér þætti þú vera lúðalegur ef þú myndi fara í lögguna. Já, með einhvern hatt. Já. Það er ekki með hatt. Það er ekki stundum hatt. Löggur? Nei, það eru nettar sko. Það eru nettar á Selfossi líka, en ég er ekkert að leina í lögguna sko. Ég bara leiði mig bara að taka hann að Ironman í friði. Þegiði bara. Svo eftir það veit ég ekki hvað ég gerir maður. Ég er nefnilega punktaði niður en bara það sem þú hefur verið að gera. Hljómsveit. Nú er ég komin í Söngur í hljómsveit. Sálfræðitíminn aftur. Já, sálfræðitími. Ljósmyndari. Já. Það smíða hús. Nú þú að taka Ironman. Já. Þú varst á fulli kraftlýtingum. Já. Hvað meira hérna? Kefti boxi líka. Kefti boxi, ok. Já. Þú ert veiðmaður. Já, ég á tvíbura líka. Hann á tvíbura. Er eitthvað meira sem að Býr á Selfossi, vinnur í bænum. Rosa commute tími líka sko. Já, ég vildi lengi að commute sko. Já, en þetta er aldrei rétt hjá þér. Hvað á ég að segja? Ég skrifaði bara heldur á munir einhver tíma að slaka á og það var hérna að loka. Þú varst búin að svara því sko. Nei, ég mun ekki gera það sko. Jú, sko, draumurinn minn er að klára eitthvað svona major shit, bara klára þetta Ironman dæmi, verða bara skuldlaus, alveg bara frá öllu og þá allt í hennu bara, hey, bara miðlar, sjáumst. Ég er farin núna í svona 3 ár og þá tek ég svona dæmi sem við varum að tala fer bara okkur eyju eða Ítalíu eða eitthvað. Skrítin. Já, skrítnari og gerir bara upp eitthvað hús eða eitthvað. Og bara skít eitthvað dátir og klæði mig í það og éta, skilur. Það er það sem blundar í mér, sko. En svo fullkomin resume sá ég á netinu, það var bara eitthvað starfsmaðurplani, eitthvað vice president, CEO, chicken farmer. Þetta er það fullkomin. Já, þetta er fullkomin resume. Ég er þarna sko. Ég er með blautan draum og ég skoða oft sölusíður. Það er að kaupa annað gamalt hús í Skerjafirði. Nei, að bara selja allt hérna á Íslandi og kaupa mér ekrur með vínvið og víngerð og húsi. Þetta fengið bara working víngerð, working vínekrur og allt í gangi. Þú verður ekki að gera það sko. Á svona 120 milli. Aha. Svona milljónir, já, 800 stærður. Ok. Ég held að vera að fara að segja selja allt og flytja til Danmörku. Danmörkur, vera á sósjálum þar. Nei, þú verður ekki að gera okkur vínekru. Hvað, bara byrja að selja vín þá? Já, bara gera vín og, þú veist, það er íslensk gaur sem gerir þetta út í Sviss. Bara var ég bankagaur og heitir Hugson. Bara fór að gera þetta og ég bara geitur og allt í gangi, sko. Já. Shit. Ok. Og þú vildi fara hvert? Ég myndi alltaf fara til Frakklands. Frakklands. Já. Ok. En bara til að vera alveg 100% skemmtilegustu þar. Frakkar eru ekki verið mjög skemmtileg, sko. Það, þeir eru að fela sig mjög vel, sko. Já, það eru agalegi Frakkar líka og mikið og stór ljót nef og bara liðina en svona þú veist, ég bara hef umgengist mikið af bændum í lífinu mínu svona, ólst upp sem á rúral og svona og svo fyndi að maður, ég byrja að flytja inn eitthvað svona hipstera vín og síðan þetta komið til Frakklands að hitta gaurinn sem gera það og það er bara alveg eins og okkur íslensku bóndi og maður er bara eitthvað, hvernig dagurinn? Hann er bara eitthvað, vaknaði svona 5:30 í rúminu mínu, gerir lista í hausnum á mér af öllu sem ég þarf að gera,
raða honum í svona nauðsynaröð yfir daginn, hann sem að kannski síðustu hlutinir mættu færast til morguns. Ég reyna að bæta við svona einu hlut sem ég langar að gera, svo fæ ég mér sígarettu og kaffibólla og ég er bara eitthvað let's go í þennan lífstíl, sko. Ég reyki ekki einu sinni, ég er til í þetta, Kendu mér að reykja Hvernig er allir í þetta? Þetta er það sem allir bændur gera, það er þessi verkefnalisti á mótnana, og þetta er ástæðan okkur með langar til að vera bóndi. Síðasta season að skítamix. Já, bara báður undan skrýtnir í sikkur húsinu, bara búin að byggja að dali í sikkur húsinu og fann það að hatast. Já, ef sikkur að pett rottuna. Það er ekki það. Það er ekki. Já. Það er ekki. Heyri, ég hef verið hringt á barnavendarendi mig eftir cirka 9 mínútur. Já, hvað er það? Fara að segja bara krakkan? Já. Ok. Og þú hefur 9 mínútur þá? Ég hef 9 mínútur. Ok. Hefur 9 mínútur? Já. Geðvegt. En, þú veist ég. Þú getur talað í 9 mínútur, sko. Já. Trust me, þessi Hvað gaur er getur þáttur langur? talað til. Hún er yfirleitt Þú klippir þetta? klukkutími, sko, en Þá er við ég, maður bara eins langan og þá er ég bara að fara að bladra eitthvað hérna eftir, baktalaði. Er þú fyrst? En þú, fuck it. við höfum þetta bara svo við viljum hafa þetta, sko. Það er ekkert, Það er ekki flókið, sko. ekki bara svona vilt. Okay. Og fara núna, það vilt. Strákar, ég bara þakka kærlega fyrir setuna hérna. En mér er ekki til setuna bóðið því að... Hann er svo stressað, hann er með hund heima. Já, áttu hund eða? Nei, ég hef áttu. En ég sá að þú varst að fá þeirri. Já, herru, ég sendi á hann á hann, Já. mannst podcastu eftir. Þá hringir hann í mig eins og ég hafi verið að tilkynna honum að, sko, Ég bara var eitthvað búin að- veitingastæðurinn hans brann, bara konan er farin og allt. Hann bara, Rúna, ég get ekki verið að eitthvað bara, hei, rólu, hvað er að gangi maður? Ég er með hund. Já, og hvað? Já, Kona mín er í útlöndum og ég... Þess að kontum með hann í podcasti. Nei, já, eitthvað, og þú veist, eitthvað, og ég get ekki kert með hann þá ylfrar hann, bara eins og þessi eitthvað postulín hundur. Herru, ég er með henni, ég er búin að loka hann inn í einhverju gerði, sko, og hérna heima. Svona miðbæður hundur, má ekki vera einn heima. Það er svona típist, eitthvað svona. Myndið þú hafa hvort mikið innan heima? Það þarf að Nei, hjálpa, ekki- það þarf að hjálpa honum í að læra þetta. Já, ég Ég var mikið einn heima, Þetta er Ég var- félagsverið. ég var mikið einn heima, sko. Og sérðu Ég mig, veit það og ég sérðu er þig. bara venjuleg. Ég myndið mér, ég kæmi heim og hundurinn er búin að fá sér tattoo á hausinn og bara... Hún skrási í eitthvað verkefni sem að Iron Man, ég bara... hún er fjárfest í ykkur kjaftaði sem þú þarft að klára. Já, einmitt, maður bara... Láta mig komin í kameruna. Herru, ég þakka bara fyrir mig og bara... Ég held einhvern veginn að þetta myndi enda af okkur báðum en þá bara verður þú þinn áfram. Já, eða ekki. Já, Þú bara röður, sko. já, við getum baktala hana þess og Já, baktölu þig aðeins líka. farðu þarna. Þú klippið það út, sko. Það heyn. Herru, Það heyn. Já, Þetta var líka smá mér að kenna. allt í góð. Þetta er 50-50 að kenna, sko. Allt í góð, sko. Þetta er mér að kenna líka. Takk hella. Sér maður. Þetta er líka mér að kenna, sko. Ég sagði við hann 12. Svo er ég mættur 12 og þá er bara maður í stúdíónu sem horfir á mig eins og ég hafi brotist hérna inn. Og hvað ertu að gera hérna? Ég er á leiðinni í podcast. Þá sagði hann, nei. Þá sagði ég, fyrir ekki maður. Já, Og þá var það klukkan 1. Þá hringi ég hann. Þá snýst veröldin hans við, sko. Hann er nefnilega það er það sem núna hann myndi ekki viðurkenna, sko. Hann er kvíða sjúklingur þessu gaur, sko. já, Hann er að stressa sig yfir öllu, sko, sem er mjög fyndið, sko, að ég er alveg þveröfugt, sko. einmitt. Og hann sagði, Rúnar, þetta var svona one shot gun, sko. Núna er þetta bara, ég get ekki komið, sko. Ég bara, kóttu þetta, förum í parkett á gólfið eitthvað. Tókum bara einhvern eigandan þar og bara átum hann í hálftíma þannig að þú komst. Já, leið honum betur þá. Já, hann leið betur. Ef þú leifur hann bara að tala og eitthvað svona veit hver hann er og eitthvað svona aðeins að setja henni á eitthvað aðeins þá var hann góður, sko. Já, Sem er alltaf leið, sem er bræðilegt, sko. þetta er þetta fræga leið, sko. Já, þetta er þetta Ég fræðilegt. held að hafi ekki verið neitt hundur eða neitt. Nei, hann á engan hund. Stjörnustæla. Já, hann er búin að missa börnin og allt, maður. Það vera mættur Já, eitthvað. já. Það er svona að vera þekktur. Ég er bara svona dílist-gaur, sko. Dílist. Já. Er hann ekki A-list celebrity, eða? Já, það er, já, D, já. Já. Ok, jú. Jú, er hann ekki A-list, eða? Á Íslandi, eða? B, A, Ég segi B. B. Og hann er eins gott að hann farin núna, sko. Hann er heppinn að þekkja Steinda vel og svona og fara. Já, já, þeir eru náttúrulega hæskuðinu, sko. Ég er svona D-E, þarna eitthvað. Já, já. Það er svona, jú, ég hef séð þið, sko. Rúnar, já, ég hef nú eitthvað heyrt þetta, sko. Þannig að ég veit ekki hvað það er, kannski D, E, F, G. Þetta breytist kannski þegar þetta fer á flögu þetta skýta mig stótt og... Já, kannski, djöðlega sniður. Við erum bara að gera upp aðeirbyggið hans. Já, verður það næsti þáttur þá? Það verður næstu þættir, sko. Það er næsti þættir, ok. Já, þetta er náttúrulega langt dæmi, sko.
Þannig að fyrsti þáttur allavega svona við að burðast með þetta bakar sko, sem náttúrulega mjög gott sko. Það var sett inn bara húsið var smíðað í kringum þetta bakar sko. Það var bara steypt á einhvern hól og svo smíðað húsið í kringum það sko. Magnað bakar sko. Já. Og hvað það að fara að gera þarna í þessu baðherbyggi? Já, bara alveg full renovation og hann alveg inn over his head sko. Ég sko flísalögn, hefur þú flísalögt það? Nei, það ógeðslega leðilegt og ógeðslega vandasamt og sko ég bara búin að flísalækja nokkur sinnum og ég flísalæði húsið mitt svo ég bara ekki, alveg eitt sko og þá sagði einhver mér sko, klósukassin nú að hafa hann í 45 gráðum sko þá tekur þú flís og þú svona slípar innan á þannig að það mætast hann með svona loft sko lofti hjá honum bara í einhverju svona þannig ég sagði við hann að þú að taka þetta í 45 gráður hann veit ekki að hann verður í mánuð að því sko með nokkra flísar sko Er maður að flísalækja loftið eða? Hann vil flísalækja, já, bara að því það svona niðurtekið eitthvað meginn sko, skilur. Og það kemur svona, ef þetta vekkurinn hjá þér, þá kemur svona gluggi hjá honum svona, já, hann verður eiginlega að flísalækja þetta sko. En þú veist, mér alveg sama. Þetta bara hans vesen, hans hausverkur. Ég hef ekki séð það, flísalegt loft sko. Það eiginlega vekkur sko. Já. Þú þyrftir að sjá það sko. Ég sé þetta ekki fyrir mig sko. Býður sko, þetta alveg svona eitthvað, þetta svona ekta, eitthvað svona skerja fyrir það, eitthvað svona. Já. Við erum með mismunandi taste, ég og hann sko. Ég vil nýtt og fínt. Hann vil gamalt með sál, ég vil ekki sjá það sko. Já. Ég vil ekki sjá það sko. Ég meira með þér í liða. Já, sko. Ég vil bara nýtt og fínt sko. Já. Og ekki nema það eitthvað svona gamalt eða eitthvað svona eitthvað steinhús eða eitthvað svona en ekki eitthvað gamalt timbur sem eitthvað búin að tróða dagblæði í og eitthvað bara opnar eitthvað að hurða og kemur fúkalikt sko. Nenni ég ekki sko. Það þarf að vera svona royal gamalt. Já, royal, ég með þér sko. Herru, tölum við með Iron Man, ég veit eiginlega ekki þetta. Já. Þú veist, þetta eru 3 hlutir sem hefur að keppa í það ekki? Jú. Sund, hlaup og hjól eða ekki? Já. Og mér finnst þetta allt leðilegt. Og þú þarft að gera þetta allt þess að. Já, þú velur ekki eitthvað eitt. Nei, þú þarft að gera þetta allt. Og þú klárar þetta ekki allt í einni beit. Þá bara náður ekki að klára Iron Man. Þetta eru 4 kilometrar sund í sjó eða vatni. Já. 180 kilometrar hjól og svo marathon. Ok. Og mér finnst þetta allt mjög leðilegt sko. Já. Hvað er að gera það þá? Það eitthvað beauty við það að gera eitthvað erfitt og leiðilegt og klára það. Já. Það geðveikt sko. Okay. Og ég held að þessi ekki nýju uppáldið mitt, ég meina kraftlýtingar voru ógeðslega erfiðar og voru bara bestur í þeim í mínum þyngdarflokki. Það ógeðslega gaman. En þannig að núna ég þarf bara eitthvað ég verð að hafa eitthvað til þess að challenge mig, annars bara ég held að alvörni klikkist sko. Já. Þannig ef þetta nógu langt mission, nógu erfitt og nógu leiðilegt til þess að þessi algjörlega fixated á það, þá ég góður sko. Og það heldur ekki nóg fyrir mig lengur að gera þetta bara til þess að gera þetta. Já, ég tók Iron Man, já, ekki. Ég verð að gera það fyrir eitthvað stórt cause, skilur. Já. Þess vegna ætla ég að safna fyrir Barnaspítalann. Ok. Og vökudeild. Nice. Og ég var með annan stráki minn á vökudeild og eiga mér svona, þær dömundar þar eiga sérstakar staði í hjarta minni, sko. Þannig að ég bað fólkum að hjálpa mér svona eitthvað hvað maður ætti að styrkja og margir sem að töluðum eitthvað svona fíkni og eitthvað svona, það bara tengist ekki neitt. Nei. Bara ekki mitt dæmi sko. Nei. Og þannig bara Barnaspítalinn og kvenfélagi Hringurinn bauð mér á það var eiginlega alveg geggja, bauð mér á aðalfund kvenfélags Hringsins þar sem að allir eru 60 plus, bara þessar drottningar sko, eldri konur og svo ég. Og þær tóku mér með opnum örmum og það alltaf að sjá peningarliðina sem reyndar mjög gott. Ég var búin að hugsa hvernig ég ætti að gera þetta og ég var búin að stofna einhver reikning og eitthvað og hvað, þú veist, og svo bara eitthvað kelling út í bæ að vera bara eitthvað, já, ég ætla að setja ellilífurinn minn inn á þennan gaur. Þannig að þær stofnuðu sér reikninga en ég snert aldrei peningana sko. Okay. Og það væri gaman að safna einhverjum. Það vantar hitakassa, spáði þessu, þetta svo ekta medical field sko, það vantar hitakassa fyrir unga börn, svona 12 milljónir. Ok, býtum fyrir hvað marga það? 1 barn. Eða þú veist, 1 kassi? Já. Erum við að tala bara, eins og ég var í bara þegar ég... Já. Já, ok. Það kostar 12 milljónir og svo eitthvað svona hitaborð, sem bara eitthvað,
6 milljónir Ok, og þetta vantar og það verður ekki að geta keypt bæði 18 milljónir, Já. why not? það er ekki að fara frekar í að gera þetta ódýrara, eða væri það ekki, Nei, þá náttúrulega greiðir enginn. nei, mitt, Það er eitthvað dipshit út í heimi sem að er að súpa margarítu í fríi af því að börnum vantar hitakassa. sami gæðin hann og Já. með AIDS, hann Alveg átti eitthvað patentið það, Já. hækkaði bara verðið á því. Ja, alveg rétt. Hann er ennþá í dag að reyna að verja það, pælingun á bakveða, sko. Alveg rétt, hann var nú svo bara ekki í ykkur partíum og bara mjög publicly. Átti að fara í fangilsi, sko. Já, Það var eitthvað svona. það er auðmikið sko. Það er svona gauð sem þarf að berja og væri Já. bara fínt sko. Það hlýtur að gilda sama fyrir gæðan sem setur 12 miljón króna vermið á hitakassa. Hitakassa, já, það er svolítið mikið sko. Kassi og hiti. Já, en ég finna ég er að fara að funda á mánudaginn með fyrirtæki sem ætla kannski að lana með hjól Ok. og það er allir svona sína manni mjög mikinn skilning og hlýhug í að hjálpa með það, ég finn það sko. Og ég er að reyna að gera þetta eins selflessly og hægt er sko, ég þarf ekki neitt sko, ég þarf ekki að fá neitt, ég þarf ekki að græða neitt og ef eitthvað ætla að láta mig frá hjóli, ég get skilaði mér alveg saman sko, bara að maður gera þetta for good cause, Já. eitthvað sem að þú veist, sem að þú skilur að skilja eftir sig eitthvað sem að afkomendu þínir eru svona, já, þetta er cool sko, pabbi minn Ég gerir tengi við þetta. Vil ég ekki bara hverfa einhvern veginn, hafa ekki gert neitt, sko. Já, það er ekki já, ég skil það ekki, en ef það er þitt þá bara skiptir ekki máli sko. Ég var einhvern tímann að reyna að tala við Dag um þetta, hann var ekkert sammála þessu. Nei, ég þekki alveg dama Alveg sama. Gæft að fokkin bara heim og Ég skilja neitt eftir. eini fara bara heim og þessi fokka sér bara þetta. En það er bara hann, það er bara geggja og það er bara, ég myndi ekki reyna að breyta honum neitt með það sko. Nei. Við respektum Each það. to their own, maður. Já. En hvað, þarf eitthvað svaka hjóli í þetta? sem sagt? Já, þú veist, kjaftaði það maður, ég held að vera bara hjól, nei, þetta getur kostað bara eins og jari sko. Já, einmitt. Og þetta þarf víst að vera, en þú veist, ég skil alveg núna að þú veist, sem hjól fara bara mun hraðar en aðrir og önnur hjól og ef maður getur klárað 180 km kannski hraðar, Já. þá er maður ekki eins streittur og, þú veist, en ég er búinn að prófa að hjóla svona 20 km og ég er búinn að synda svona 100 metra, Já. þannig að ég er alveg fish out of water sko þegar það kemur að þessu, en ég er náttúrulega búinn að prófa að hlaupa marathon Ok. og það var ógeðslega leiðilegt Já. og allir bara svona, ertu komið að hlaupa á bóluna núna? Bara, nei, þetta er bara eitt að leiðilegt sem ég gert sko. Já. Ég hef aldrei fyrir út að hlaupa og koma heim bara, Nei, ég vil að þetta er fínt maður. ég leip ekki, sko. Nei, ég skilja bara mjög vel sko. En þú svitnar að því og það var svona, ok, fínt sko. Það gerði eitthvað. Það gerði eitthvað, já. En þetta er allavega stóra missionið. Já. Heldur þú að vera góður í þessu eða? Já, Öllu saman. já, 100%. Líður einhver tíma á milli sem þú gerir Nei. þetta eða? Þú bara einni beit sko. Það tekur bara 10, 12, 13, 14, 15 tíma sko. Og svo skólarhistið eða eitthvað. Já, basically bara svo skólaristi fyrir fullóðna. Og nei, maður verður bara að klára þetta. Og ég, Já. það er munur á að vera kokki og vera með sjálfströst og ég veit ég verð bara góður í þessu. Já. Það er líka bara því ég ræði sko. Einmitt. Og ef ég ræði þá er útkoman eins og ég vil hafa hana. Já. Það er bara mjög simpul. Þú veist, er þetta sýnt einhvers staðar? Nei, ég ætla bara að reyna að búa bara til minn eigin plattform. Ég er með fínan plattform og ég ætla bara að nýta hann í gott, skilur. Já. Og búa til eitthvað svona vefþætti og kannski hitta einhverja íslenska íþróttamenn og prófa þeirra íþróttir og eitthvað og bara sína frá þessu líka til að halda bara svona dampi að þú veist, fólk sjá ef maður er að gera þetta. Allar ekki að fá einhvern með þér í það, bara gera alveg sjálfur eða? Að hvað leiti þá bara að Bara gera þetta taka með upp. Jú, það væri náttúrulega best sko. Kona mín náttúrulega getur hjálpað mér eitthvað. Já. Reykjavík Fótó allar að hjálpa mér og láta mig hafa þú veist, einhverja kameru sem ég get þá gert sjálfur og eitthvað svona, en það væri náttúrulega langbest ef maður geti verið með eitthvað á kamerunni sko, Já. en þá er eitthvað svona þá þurfti ég að vera eitthvað svona verður til að gera þetta og bara fyrir bandaspítalan. Það er ekkert eitthvað margir sem að myndi hafa tíman eða financial getinu í það eða eitthvað. Einmitt. Nema þá væri bara eitthvað young cat og ég get borgað hann bara. Já. Það hlýtur að vera til. Erst þú bjóðast til að gera það? Nei. Ok. Þú busy eða? Já, mjög busy. Þú ekki fengið lánað inn á svona kameru bara teipa þetta á Það hausina. var eitthvað skítilega. Já, teipa þetta á hausina á honum. Teipt á þessu. Já, hann getur bara verið í símanum með eitthvað. Já, nákvæmlega. Já, klift þetta síðan. Já, mér líst vel á þetta. Það ekki. Ég skil ekki að hverju er ekki sína þetta samt næsta. Er þetta ekki Ég held að það sé ekki gaman að horfa á þetta. Nú, Tekur geðið tíma. leiðilegur en skólarhistið? Ég var nú að horfa á það á rúf. Var það,
Varstu að horfa á það? Já. Núna bara? Já, þú Er það ekki skrítið það? smá. Ég var að horfa Það er alltaf í sjónvarpinu, Já, akkur já. er ekki að Iron Ég Man í meina bara sjónvarpinu. eitthvað 15 tímar bara eitthvað Hvað svo? Það er 15 tímar. Já, Ok, það er kannski ekki skemmtilegt það er svolítið. Þá gerir ég kannski bara eitthvað skemmtilegt úr því Ég tek bara með mér kameru í þetta mission skilur, og klippi bara úr því og eitthvað, þá getur kannski hort á hálftíma útgáfa af þessu eða eitthvað Ég skal gera það bara Já. og ég skal senda þér að þannig getur hort á það í sjónvarpinu Já, ok, takk. ekki? Græðir þetta fyrir mig. Já, ég græði þetta bara Ekki. Er eitthvað annað sem er búið að vera í gangi þér? Já, mér, Eitthvað cool? er þetta ekki cool eða? Er þetta ekki nóg? Nei, eitthvað meir, þú veist. Er þetta ekki nóg? Í viðbót, Þú varst viðbót. eitthvað að sálfræða mig hérna áðan hvað ég var að gera of mikið Já, Það er að bæta ykkur á mig það sko, það er eina eitthvað. Tónlist, fullt af Greina. cool tónlist í gangi maður Já, Já, ok. spila á Hellfest í sumar einu stærsta myndarfestival í heimi beint heim og spila í hörpunni með In Flames Hella, Hversu cool er það? það er mjög cool. Það er alveg fárlegt sko. Hvað er þetta líf maður? Já. Þetta er fárlegt Það er bara gaman sko Já, ég held að þú deyr on the battlefield, sko. Já, vonandi Það er allavega mín Vonandi. sálgreining af því. Já, ég vona að ég fá ekki bara eitthvað sýkingu puttan eða eitthvað Nei, það er vist bara, þú ert eftir að rökkva einhvers staðar í hjartafalli eða Já, já, en að gera eitthvað geggja, sko. já En þú veist, svo lengi sem ég er bara á fínum aldri Já, þá er það fínt maður já. Já, þú ert nú ekki að fara illa með þig, ég meina. Enga veginn, skilur við, tjekka á öllu og er bara í tónstandi sko en þú veist, Akkurat. ég er þá ekki ekta að ég verði fyrir einhver freak accident stungin af skötu eitthvað, það er að margir Það er samt geggja. það er cool samt Stungin í hjartað. Já, eins og af Steve einhverju Irwin. Skötu, sko. já, Já, samt skata sko já, en samt er cool, hjút skata, sko. já, manstu þetta gerðist Með eitthvað fucking spjót. já, manstu þetta gerðist þetta var Ég hef örglega verið lítill til að, sko, já, ég var þú hvað, þú ég er 97 mótil. 97, já, Þú ert hvað? 91 Já. já, ég var alveg ung Þetta man ég eftir þessu, en þetta var svona þjóðargersemi þetta er svona David Attenborough næst já, og hann er svona ég var bara að fatta þetta núna að því hún að tala um hunda David Attenborough er svona eins og eiga hund hann er lifandi já, og við erum döðstressuð yfir hann dreipist maður er alveg bara maður sér mynda á hann mest nei, ok, hann er bara í fríi, hann er bara góður sko hvað ætli hann var að gera nýjan þátt já 90 eitthvað Eru þeir ekki farnir að hvað sem er bara grínskrínan inn á allt, skilur, eða, þú veist, Það? er hann, ég veit það ekki, ég eðileg þetta fyrir mér maður. ég er að minna, þú veist hvað, hann er örgulega 80, 90 eða eitthvað, það var gammal. Hlýtur að vera 90 ára Já, whatever, googlum þetta eftir já, ég veit allavega að mikið af þessu dóti er gert bara í stúdíói, sko, eða þú veist þessi skot af einhverjum dýrum og eitthvað, eða allavega þeir eru skordýr og já, eitthvað, já, 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 til já. að ná einhverju kúl, Já, sko. maður er oft hugsaði með bara eitthvað wow, Veist var þessi þarna bara með þessa lýsingu bara búin að liggja í frumskóinum að fylgjast með Já, bara í einhverjum ár. öllum bara já, býða eftir eitthvað gerist. þetta eðilegja svo gott sem ásöfnið fyrir mörgum núna sko Nei, svona er lífið bara, þetta er allt feik. þetta er allt Allt veik í við lífinu er feik. simulation, veistu það er Sko, ég stressaðist maður þegar ég heyrði þetta fyrst, sko. Já, svona, simulationið mér leiði ekki vel með já, þetta, ég sko. skil hvað minnar, ekki segja mig meir Svo, bara, já, svo fór hann að, hvað heitir aftur, svarti, ameríski, einhver svona vísindamæður, miðvarskegg. Neil deGrasse Tyson Já, hann, kongur Hann fór yfir þetta með einhverjum og það var eitthvað, þeir voru með eitthvað evidence til að afsanna þetta, sko. það varstu rólegur Já, þótt ég Já. skildi ekki neitt, sko, Nei. ekki hvorki af hverju það væri simulation, Já. nýja af hverju það væri ekki, en það var ég skil því samt, ef að Neil deGrasse Tyson er að segja bara sko, þá er ég svona já, ok. já, ég nenni samt ekki að velta þessum steinum of mikið, það eru bara, ég þekki rosa marga góðu vinnu mína sem er að velta öllum þessum steinum Já, og fyrir hvað, já, og það er bara eitthvað tens og þú eru reiður og stressaður og þolir ekki þetta og hitt og eitthvað, þú veist, ég hef til dæmis ekki hlustað útvarp, hort á sjónvarpsfréttir eða ég er með alla fréttamila blokkaða í sko 15 ár sko, já, ég hef ekkert séð neitt, ég veit ekkert hvað er í gangi sko. það er frelsi, sko. Já, og hvað, ég er ekki að breyta neinu sko, ég breyti bara mínu næri umhverfi sko og ég ætla ekki að fara að stressa með okkur sem að ég breyti ekki sko. Ég finn þetta leið og ég byrja að hlusta á skoðanir annara einhver svona heimsmál, þá bara, ég verð bara reiður og pirraður Já, og og hvað? nenni ekki að Já, svo horfum fólk ekki gert í því og þau geta ekkert gert í því. horfum þetta á hverjum degi sko, fréttir sko, Já,
galið koncept. Það er miklu betra að vera bara í sín megin heimi, sko. Já, Sko. oft, ég var mörg ára var maður kallaður sko bara, ég veist það væri bara barnalegt sko. Já, Og hvað er ég að fara að breyta? Ert þú að breyta ykkur sem er að kalla mig barnalegan? já, Farðu út og breyta þessu sem er að stressa þig. já. Enginn gera það sko. Þetta er í rauninni svona með allt, sko. Ég meina, það núna er Eurovision fólk að reyna að fá Ísrael út úr Eurovision. Já, að því það lagar allt. Og þú veist, mér er drullu saman Eurovision. Mm En það er fólk að úti sem að bara, þetta er lífið þeirra, sko. Já, þú veist, ég skilði ekki. Svo var allir brjálaður að Haffi Stóri var að keppa í Síberíu daginn. Já, já. Brjálaður við því, hvað má hann ekki bara keppa það sem hann vill. Og svo var bara eitthvað kvennalandslega að keppa við Ísrael á Íslandi. Akkurat, Og það er allir lægja. akkurat. Þegiði bara öll í alvörunni. Bara grjót haldið í kjafti öll og einbeitið ykkur að ykkar næri umhverfi. Já, Og því sem er breytið í alvörunni að kansela handboltaleik, liftingakefni eða eitthvað öðru er ekki að fara að leysa neitt sko. Ég skildi ekki. hefur við ekki bara byrjað með þetta podcast? Jó. Ná, ég veit ekki. Ég er að Sko. fokast. Það er sko besta lýsingin, hefur ekki séð mýmið það sem er eitthvað svona 3 félagar eitthvað, let's start a podcast together og daginn eftir þá eru allir í handjónum Já, já. það er það sem myndi gerast fyrir mig. Já, Ég er mjög vókal gaur já, og en ég samt þegi yfir mínum sterkustu sko. já. Það myndi fara illa fyrir mér á því að hafa þig í þessu podcasti. Já, þú verið dræfbæjar að mér sko. Já. Svo væri ég bara gamli sorry maður. Þú er samt sammála. Já. Við mögum bara ekki vera það publicly. Nákvæmlega. Já, það er svona. Herri, ég held að þetta sé bara orðið gott. Ekki, áður en við förum óvast út í eitthvað. Já, nákvæmlega. Bara, takk fyrir þetta maður. Takk fyrir mig.